daglegu tali heitir golfklúbbur hefur skipt nafn í þeim tilgangi Golfið auðvitað íþrótt og ágætis íþrótt en enga síður eru iðkendur þess að stórum hluta áður nefndir. Á sveitafélagið að eyða 100 milljóna í að byggja upp þeirra tómstundastarf og hvað með alla hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór hluti hópsins eru börnin okkar. Útbúnaðurinn rándýr og hvað ætlar hina sem sinna annars konar tómstundastarfi? Ætlar Mosfellsbær að greiða fyrir það líka? Ég til dæmis í gönguklúbb með Mosfellingum. Stór
Það er hérna með eina vísu. Já, hvað þú menna? En hún er ekki hérna Það er hérna með eina vísu. Já, hvað þú menna? Það er hérna með eina vísu. Já, hvað þú menna? Gott að maður sé ekki með hátíðin eru, ég heyr ekki neitt. Ég heyri bara fang í ofninu og ég að Það er eins gott að maður sé ekki með hátíðin eru, ég heyr ekki neitt. Mér fannst það að það sé gott. Ég heyri bara fang í ofninu og ég Það er eins gott að maður sé ekki með hátíðin eru, ég heyr ekki neitt. Heyrðu, við hefjum þá funda 9 og áður við gerðum hér þá gaf við orðið laust aðra dagskrá við fundar bæjarráðs frá 15. júní. Það er einhver sem fórst Það er eins gott að maður sé Ef ekki með ekki, hátíðin þá eru. umræðu lokið þeir sem var staðfesta fundagerðingur. Við hefjum þá funda 9. Takk fyrir, hún er staðfesta Þá tökum við fyrir fundagerð 13. bæjarráðs 111. fundar bæjarráðs frá 22. júní. Orðið er ekki á fundagerð sem var staðfesta fundagerðingur.
verksmiðjuna sem þarf að starfrækt í áratugi og líka vegna nýtingar heitavatnsins í Ullaverslun og það er bara mjög mikilvægt að halda upp á þessa sögu með því að reyna að varðveita gosina og líka bara passa upp á húsin sem þarna eru af því að út á það gengur svolítið þetta verkefni ásamt í náttúrulega að safna gögnum frá því í gamla daga og meta varðveislugildið og eitt og annað sem skiptir miklu máli og svo náttúrulega verður stór þáttur í þessu verkefni að hafa samráð líka við íbúana sem er mjög að hinu góða líka. Fleiri sem æskja þess að taka til máls fundargerðina. Ef ekki, þá er umræðum lokið þeir sem að staðfesta kjósa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæði. Átökuðu fyrir fundargerð 527. fundar fjölskyldunefndar sem haldin var 20. júní. Orðið er laust fundargerðina. Ef ekki, þá er umræðum lokið þeir sem að staðfesta kjósa merki. Anna Sigríður Gjörsóel. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæði. Átökuðu fyrir fundargerð 527. fundar fjölskyldunefndar sem haldin var 20. júní. Orðið er laust fundargerðina. Ef ekki, þá er umræðum lokið þeir sem að staðfesta kjósa merki. Anna Sigríður Gjörsóel. Hreyfisal í þjónustumiðstöð Eyrhamra. Það var lagðar fram á næturnámsfundi reglur hverjir hefðu aðgang að líkamsræktarsalnum á Eyrhamrum og allt gott og blessaðan það að segja. Það hafa náttúrulega regluverk utan svona gæði sem að getur aðgangur að. Það sem ég þótti dálítið svona skjóta fólk skökku við var að samkvæmt þessum drögum og reglum sem liggur fyrir okkur í dag að semja, þar kemur fram að þetta er náttúrulega þessi salur ætlaður fólki sem hefur ekki tök á og getur ekki notað sér svona almenna líkamsaðstöðvar, en það er talað um að salurinn sé ætlaður íbúum Mosfellsbæjar sem eru þátttakendur í félagsstarfi hússins. Ég flaut þátt þetta og ef þú ert eldri borgari og þú hefur ekki áhuga á neinu sem fer fram í félagsstarfinu, máttu þú heldur ekki koma í líkamsaðstöðvar. Ég er bara alltaf efasemdur að þetta geti bara staðist. Þannig mig langar dálítið til þess að óska til því að fari bara aftur inn og þetta verður hugsað aðeins betur þessar reglur áður við samþykkjum. Ég held að sé þetta hæfið að skilyrða notkun líkamsræktartækja sem bærin á með því að þú verður að taka þátt í einhver annarri starfsemi. Nema náttúrulega líkamsræktartæki séu skilgreind á ábyrgð og eign félagsstarfsins. Ég held að sé þetta hæfið að skilyrða notkun forsetinn reyna að tala sem bærin á. Ég ætlaði nú bara að koma með þá tillögu að samþykkja þetta jafnframt óska eftir því við fjölskyldunefnd að taka málið til skoðunar. Já, ég myndi að geta vilja heyra er ég svo eina sem hnýtur þetta? Mér finnst þetta skrítið ef það stutt þegar ég verið gömul og ef ég vil ekki ef ég vil ekki taka þetta í félagsstarfinu þá má ég heldur ekki koma. Mér finnst þurfa að skoða þetta. Já, ég myndi að geta vilja heyra Og svo er náttúrulega, já, eins og nefnt hérna út í sal að það var náttúrulega einskilgreiningin að salurinn að vera í honum er hluti af félagsstarfi. Eða skilgreina félagsstarfi eigið tæki, það þarf bara að vera, þú veist, í allra fleiri gefundum ekki þess að skrifa. Og þannig að þetta er svona spurningur um túlkun og skilgreiningu. Allavega þegar ég las þetta að eins og það nefnt hér að þessi salur er og þeir sem að taka þátt í starfsemi salurins að þeir eru félagsstarfi. Þannig að þetta er svona spurningur það stendur hvergi. Allavega þegar ég las þetta en þess vegna var ég að segja það væri þetta samþykkja þetta en byrja fjölskyldunefndina en það er líka alveg hægt að lýsa því tilbaka. Já, ég myndi kjósa það. En Sigrún búin að biðja orðið. Er það þetta saman mál? Það stendur hvergi. Allavega þegar ég las þetta það er rætt hér hvort að við erum að vísa þessu aftur til ástæði til þess að fjölyrðu það eða ég var að bera það bara að ræða það frekar. Það liggur þá fyrir hérna tillögu að vísa þessu máli aftur til fjölskyldunefndar
er samþykkt með öllum. Það er 9 atkvæðum. Og þá er það afgreitt og Sigrún Björnsberg. Það er samþykkt með öllum. Já, og forseti, ég kem hér fram undir ársfjórðungsyfirliti fjölskyldusviðs 2017. Þetta er hið besta yfirlit og allt gott það að segja. Nema að ég nauti mig og það er gerð grein fyrir barnaverndarmálunum og tilkynningum slík mál, en það eru engar upplýsingar heimilisofbeldi. Og ég held að, og þetta verkefni saman gegn ofbeldi, ég held að það hljóti að hafa verið bara einhver mistök og langar að óska eftir að fá upplýsingar það. Af því að það heyrir náttúrulega undir fjölskyldusviðið hlýtur að vera. Það verkefni, þetta samstarfsverkefni lögreglunnar og Mosfellsbæjar að sporna gegn heimilisofbeldi. En svo er það líka annað sem kom fram þarna í skýrslunni og það er það að það séu ekki til nægilegir fjármunir og ekki hafi verið gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 2017 að það væru nægir fjármunir í húsnæðisstuðningsmálaflokknum. Það vantar peninga inn í þann málaflokk samkvæmt upplýsingum í skýrslunni og hann var svo snöggur á hann að Hafsteinn að mér tókst ekki að sporna við fæti, þannig að ég hef með tillögu sem að ég vil bera undir þessum lið og hún hljóðar svo undir þessum lið sem sagt það er aftast í skýrslunni ársfjórðungsyfirlitinu, þar er fjallað húsnæðisstuðninginn og mig langar að bera upp þessa tillögu bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að sami verði viðauki við fjárhagsáætlun 2017 sem felur í sér hækkun á þeirri upphæð sem áætluð er til að standa straum af kostnaði við húsnæðisstuðning á þessu ári. Einnig verður þau tekjumörk hækkuð sem miðað er við þegar skerðingar á húsnæðisstuðningi hefjast og sömuleiðis efri tekjumörk hækkuð. Í dag byrja skerðingar á húsnæðisstuðningi við 260.000 krónur og þetta er hann alveg niður við 323.000 og það sé það hver maður að þetta er allt og há þessi mörk eða lág því sem við á. Tekjumörkin eru líka samkvæmt reglum Mosfellsbæjar lægri en leiðbeiningar velferðarráðuneytisins gera ráð fyrir og í fundargerð bæjarráðs áðan var kvörtun Öryrkjabandalagsins út af þessum skerðingum sem að koma þannig út fyrir öryrkja að þeir fá minni stuðning heldur en fengu áður en að reglunum var breytt. Og þess vegna er íbúðarhreyfingin að leggja þetta til undir þessum lið, ársfjórðungsyfirlit 2017. Og ég sendi Sigur tillöguna. Kolbrún, eða Haraldur, viltu að vænta? Ég kann að þetta. Ok, svo. Forseti. Undir þessum lið, Ég veit ekki hvort að ársfjórðungsyfirlit bæjarfulltrúinn 2017. hefur lesið þau gögn sem að fylgdu með í Og ég bæjarráði sendi þetta Sigur tiltekna mál, ekki þessu tilteknu skýrslu, Haraldur, viltu að vænta? heldur erindi Öryrkjabandalagsins þennan sérstaka húsnæðisstuðning. Þar var það útskýrt
Hvers vegna var í misræmi í reglum ráðuneytisins upphæðir í þessum reglum og Mosfellsbær og reyndar flestra annarra sveitarfélaga. Vegna þess að ráðuneytið gaf út nýja reglur 30. desember árið 2016. Ný viðmið sem voru öðruvísi en þau viðmið sem þau hefði gefið út í byrjun þess mánuðar. Og viku áður hafði Mosfellsbær, eins og flestu önnur sveitarfélög, samþykkt sín viðmið í samræmi við reglur eða tilmæli ráðuneytisins. Það kom líka fram, þess að ágæta minnisblaðið framkvæmdastjóri og bæjarfélag og lesi það, að þessar reglur væru til endurskoðunar núna, þessa daga, vegna þessara tilteknu breytingu. Og það hefði komið fram í reglunum þegar þær voru samþykktar að þær yrðu teknar til endurskoðunar og það var líka tekið fram í umræðunum þar. Þetta væri í fyrsta skipti sem var að setja svona reglur. Það þurfti að gera það í einu hendiskasti því að lögin urðu til þarna rétt fyrir áramótin. Þess vegna væri þetta mál til endurskoðunar árið 2017. Þannig þetta mál í umfjöllun, það í endurskoðun. Það engin ástæða til þess að fara að búa til einhvern viðauk eitthvað sem við vitum ekki hvað Þannig að það var óábyrgt. Þannig ég legg til að þessi tillaga íbúahreyfingunni gerð viðauk eitthvað sem við vitum ekki hvað verði felld. En ég reka það að þessi mál, eins og kom fram á bæjarfundinum, eins og kom fram í minnisblaði framkvæmdastjóra fjölbýlisins, eru núna þessa dagana sem vikurnar til endurskoðunar. Kolbrún Gjörsson. Þessi mál, eins og kom fram á bæjarfundinum. Svara fyrirspurninni málnúmer í fundargerð fjölskyldunefndar áskrifum sem við leysum það sem kemur fyrirspurning það hvort að það hefur vantað inn í þetta umræðina eða skrif heimilisofbeldi sérstaklega. Það getur vel verið að það vanti og megi koma inn í þessa skýrslu seinna meir. En samkvæmt svona minni reynslu og því sem við vorum að setja þetta á laggirnar, þetta samstarf, að þá það náttúrulega ekki verið að umræða og höfuðsviðsins ekki með að stíga inn í þessar heimiliserjur eða ofbeldi sem gengur þar á, heldur fyrst og fremst að koma barninu til aðstoðar og þar held ég að sé svo hlutin sá að bara myndur grunur ofbeldi gagnvart barni. Þessi almennu flokkur ofbeldi gagnvart barni og vanræksla. Það ekki verið að setja það sérstaklega í flokka hvað það varðar. Þessi tilkynning vegna heimilisofbeldis eða hvað heldur það bara fyrirtæki í flokkinu ofbeldi og vanrækslu. En það má alveg spyrja þetta, það má alveg kanna það hvort að fólk óskar eftir því að það kom inn einhver sérstakur flokkur að það sé sérstaklega tilkynningarnar. En þarna líka umræðan, þarna skrif bakvaktirnar. En það má alveg spyrja fjölda kanna það hvort að útkalla að þegar bakvaktin á vakt. Það eru náttúrulega heimilisofbeldismál, þetta samstarf milli Seltjarnarness og Mosfellsbæjar líka. Þannig að það svona hluti af því verkefni. Þannig að en ég veist ekki til fyrirstöðurinn að fá það þá bara ef það óska eftir því að verði sérstaklega beðið að þátt og fjölda tilkynninga þegar heimilisofbeldi af því verkefni. Sigrún Gjörsson. Já, ágæti forseti, mér langar bara að fullvissa bæjarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins við það að fulltrúi íbúahreyfingarinnar undirbýr sig undir fundi, les öll þau plögg sem þar eru til umræðu og vinnur meira sig úr þeim. Og ég held að það hafi bara ágætlega komið í ljós á þessu kjörtímabili hvort fulltrúi íbúahreyfingarinnar undirbýr sig fyrir fundið þess. Í það ger ég. Og og það gerði ég þetta skipti og þessna líka bara til að styðja við það að það er verið að endurskoða þetta þá
leggjum við fram þessar tillögur að það verði ráðist í þetta vegna þess að mér finnst það vera frínt að gera það og ekki megi og frá áramótum það er liðið hálft ár síðan þannig að ég finnst ekki eftir neinu að bíða að gera eitthvað í þessu málum og taka ákvörðun hvernig á að standa þessu en það er allavega ljóst að það eru ekki til og það stendur hérna, það eru ekki til nægilegir fjármunir miðað við fjárhagsáætlun fyrir þeim húsaleigustuðningi sem að verið er að óska eftir og það þarf bara að bregðast við því eftir það þannig að tillagan hún bara stendur en svo er það annað varðandi heimilisofbeldi er Mosfellsbær í þessu verkefni er Mosfellsbær þátttakandi í þessu verkefni saman gegn ofbeldi ekki bara heimilisofbeldi börn á heimilum var það heldur saman gegn ofbeldi sem er lögreglustjórinn í Reykjavík koma á verkefni saman gegn ofbeldi ekki bara það er sem sagt þannig að það ætti þá að vera þarna ekki saman gegn inni ég skil það þannig allavega að þá ættu að vera upplýsingar þetta verkefni Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Umræðum er lokið. Það liggur hér fyrir tillaga frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar. Er einhver sem óskar eftir því að hún verði lesin á nýja leik. Sigrún las hann áðan. Er einhver sem óskar eftir því að hún verði lesin. Svo er ekki. Þeir sem að samþykkja tillögu M-lista íbúahreyfingarinnar kjósa ekki að merki. Það stendur yfir atkvæðagreiðsla. Það er enginn sem styður þessa tillögu eða en á móti tillagan er felld með 6 atkvæðum gegn 1 Þá ber ég fundargerðina upp í heilsinni fyrir utan fjórðamál sem að ákveða að vísa tilbaka til fjölskyldunefndar þeir sem að staðfesta fundargerðina kjósa ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Samþykkt með 8 atkvæði. Upp í heilsinni fyrir utan fjórðamál sem að átökum við fyrir fundargerð tilbaka til fjölskyldunefndar þeir sem að skipulagsnefndar staðfesta fundargerðina kjósa ekki að merki. Er ég með því við þessu röð? Einhver á móti. Samþykkt með 8 atkvæði. Upp í heilsinni fyrir utan fjórðamál sem að fundargerð fræðslunefndar segir þið. Samþykkið það. Skipulagsnefndar. Það er 339. fundur sem haldið var 21. júní. Orðið er laust fundargerðina. Fundargerð fræðslunefndar segir þið. Samþykkið það. Skipulagsnefndar. Það er 339. fundur sem haldið var 21. júní. Orðið er laust fundargerðina. Númer 3, samræmt próf 2017. Þar voru lagðar fram upplýsingar um framvindu barna fædda 2001 og 2002 samkvæmt niðurstöðum samræmdra prófa. Og svo komum skólastjórar úr stóru skólunum, Varmaskóla og Lágfellsskóla og kynntu niðurstöður. Ég ætla ekki að fara í þær niðurstöður sérstaklega en það er ekkert sem að maður en það sem ég fannst eiginlega jákvæðast í þessu öllu saman er einmitt að fá þetta yfirlit og sjá þessar einkunnadreifingu og það er náttúrulega búin að vera mikil umræða þessar dreifingu einkunna og þessar einkunnagjöf yfirleitt A, B, C og D og ég held að fólk ætti þá bara að kynna sér skoða vel þessar glærur en ég held að það sé ljómandi gott að við fáum þetta yfirleitt það er samantekt að sjá hvernig línan svona er og við getum fylgst vel með hvernig okkar fólk er að koma út. Það sé bara mjög mikilvægt
gerð góð skil hér á vestunefndarfundi. Þannig að ég held að við séum, ég bara fagna það sérstaklega og við fáum þetta yfirlit og við báðum það að við fáum þetta yfirlit á hverju voru þegar samræmdaprófin liggja fyrir og skólaárið er að ljúka og sjáum hvernig staðan er og hvernig línan er að fara. Má ég fara í annað mál í sömu fundargerð, vill eitthvað spyrja? Er eitthvað fleiri sem vilja ræða þetta þriðja mál í fundargerð fræðslunefndar? Samræmt próf, þriðja mál. Ef ekki, þá gjör svo vel. Kolbrún, umræðu þá lokið þriðja mál. Er eitthvað fleiri sem vilja ræða þetta þriðja mál? Hveradalarsáttmáli, bættan árangur barna í lestri. Áframhjöldu skólastjórnendur þarna að kynna framvindu nemenda í lestri og upphafi lestrarsáttmálans. Umræðu þá lokið þriðja mál. Og það fannst mér líka sem formari fræðslunefndar mjög áhugavert að sjá og fá að heyra hvað það er vel haldið utanum stefnunni í lestri og framvindu barna er henni vel framfylgt. Og það var mikil umræða að það sé verið að fylgja nemendum betur eftir upp á miðstigið og jafnvel upp á unglingastig hvað var það lesturinn. Þannig að mér fannst það mjög áhugavert og gaman að sjá og heyra að þarna er vel haldið á utan málinn og árangurinn eftir því, finnst mér. Það kom þarna einhvert hyggst á miðstiginu og þá bara láta ljós fyrir þegar búið að skanna allan hópinn og prófin tekin. Þá náttúrulega bara tekið á því. Þannig ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að halda vel utan um þetta, fá þessar niðurstöður. En þarna er náttúrulega bara einn þátt að ræða sem er lestur en hann er náttúrulega undirstaða frekari námsframvindu. Þannig ég vildi bara segja ykkur frá því að þetta er allt saman í góðum höndum og við erum að halda vel áfram og þó það kom eitthvað hyggst og hygg og þá er alltaf stefnan ljós og kennarar vita nákvæmlega hverju þeir eru að fylgja og ég held að það sé mjög jákvætt. Fleiri sem æskja að ræða fjórðamálið? Ef ekki, þá Sigrún búin að biðja orðið. Gjör svo vel. Fleiri sem æskja að ræða fjórðamálið? Já, ágæti forseti, ég kengdi fram undir máli nr. 5, vefvísi samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og félags grunnskólakennara vegna málefna grunnskólans. Nú er það þannig að í kjarasamningnum 2014 voru gerðar breytingar á starfsumhverfi kennara og vinnumat innleitt í grunnskólum. Samningsaðilar eru sammála að framkvæmd breytingarinnar, segir í bókum þessi mál, sammála að framkvæmd breytingarna hafa ekki tekið sem skyldi í mörgum grunnskólum og því verði hverju sveitarfélagi falið að fara yfir framkvæmdina ásamt fulltrúum kennara í hverjum skóla. Markmið slíkrar vinnu er að bæta framkvæmdina sem þörf er á og ná sátt starfsumhverfi. Og að þessu tilefni var náttúrulega stofnaður þessi fíni starfshópur Mosfellsbæ og hann hefur lokið störfum og það er verið að kynna niðurstöðuna fyrir okkur hérna í þessari fundargerð. En það er eitt sem að ég hnaut og þess að hann hefur að vera bett á að þyrfti að skoða til viðbótar við það sem að kemur náttúrulega fram þarna er varðandi stuðning utan að koma til fagfólks til svona eldri bekkjana. Ég hefur nefnilega borist til efna að stuðningur utan að koma til fagfólks til krakka í eldri bekkjum getur verið mjög kostnaðarsamur og það getur náttúrulega haft mikil áhrif á skólastarf ef að foreldrar þar af leiðandi sem hafa ekki efni á
senda börnin sín í svona sérfræðiaðstoð eða fá sérfræðiaðstoð fyrir börnin sín. Og ég hefði áhuga að vita hvernig Mosfellsbær gerir í þannig tilvikum. Það í fylgiskjali 4 í kafla skóla án aðgreiningar spurt hvernig hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gangi upp innan skólans. Og það þess vegna sem ég líka að spyrja þessu. Spurt til dæmis sértæk úrræði fyrir nemendur með sértæka fatlanir og utanaðkomandi stuðning fagfólks. Og ég veit bara að þessi stuðningur, hann getur verið sérfræðiaðstoð getur verið mjög kostnaðarsöm og mörgum foreldrum hrís hugur við því að fá þannig aðstoð. Þannig að ég spyr, hvar Mosfellsbær staddur að þessu leyti? Veitir Mosfellsbær foreldrum aðstoð ef að þau sjá sér ekki fært að greiða fyrir slíka aðstoð? En þetta svona, helst ég svona mál sem að skipti verulegu máli vegna þess að ef að það ekki leyst, ef að börnum ekki hjálpa, hefur það náttúrulega vissulega áhrif á skólastarf og skóla án aðgreining. Þú hristir höfuðið, Linda. En það bara, sem sagt, veitir Mosfellsbær börnum þannig aðstoð. Sem sagt, ef að sérfræðiaðstoðin dýr. Það spurði við. Áður en ég gef Kolbrúnu orðið þá kannski rétt að það komið fram að þetta var mikil og góð vinna og mér finnst það að vera á margan hátt afrek að ná að leiða þetta saman í þetta plagg á þessum stutta tíma, þessum mánuðum sem að voru til umráða og það sé svona sérstök ástæða til þess að nefna það og þakka fyrir alla þá miklu vinnu sem var unnin af öllum sem aðkomu og náttúrulega framkvæmdastjóri sviðsins sem leiddi vinnuna og það bara ákveðið afrek að ná að leiða þetta allt saman niður á þessum tilsetta tíma og það sé ástæða til þess að fagna því og þakka leiddi vinnuna og það bara ákveðið afrek að ná að leiða þetta allt saman niður á þessum tilsetta tíma gott plagg og gott að fá að heyra í kennurum og þessum hópi sem kom svona sem gerði þessari skýrslu. Skóli án aðgreiningar risastórt mál og það sýnist hverjum það hvernig það hefur kennurum og hversu tekið sem það hefur tekið til að innleiða það inn í okkar skólakerfi á þessum árum sem það hefur verið. Þessi spurning það hvort að nemendur inn í okkar skólum sem þurfa á sérfræðiaðstoð að halda að þessar foreldrar hafa ekki ráð á því. Það líka önnur risastór spurning að það fer svo gríðarlega eftir því hver vandinn og ég ætla nú bara samt að leyfa mér að segja að já, skólakerfið og fjölskyldusviðið mætir þessum börnum ef einhvern sértækan vanda að ræða. Ef það einhver stórkostleg fjárútlát sem varða það að barnið þurfi þá vandalega að vera að tala einhver stoðtæki eða hvað er að tala þá er að sjálfsögja kerfið það. Ég skil samt ekki alveg hvað er að spyrja af því að ef við erum að tala einhver mikinn námsvanda eða lyfjagjöf eða hvað er verið að tala þannig að það gríðarlega stórt og við erum með kerfi hérna á fjölskyldusviðinu sem einhvers konar net fyrir þá sem að þurfa að halda og þá leita til sviðsins með þá aðstoð ef að svo ber undir. Þannig að við getum staðið hér í annan dag og rætt skóla án aðgreiningar og hvað finnst það hvernig það hefur tekist og þannig að ég veit samt að það sé ekki nákvæmlega hvernig ég á að svara þessu hvort að bærinn komið til móts við
þann vanda sem uppkemur sem snýr þá að fjárhagsvanda heimilanna. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það að komið sá vandi upp að þá sé það leitað hingað til sveit fjölskyldusviðið og sótt einhvers konar styrk. Ég lít svo ásamt sem áður að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar hafa verið að spyrja vantanlega þann vanda sem uppkemur í skólanum, einhvers konar hvort að við séum að ráða nógu marga sérfræðinga inn til að aðstoða börnin og ég held að við séum að bregðast mjög vel við hvað varðar sérkennsluna og þá sérfræðingar sem ráðum hingað inn til að aðstoða börn sem eiga við einhvers konar vanda að stríða eða fötlun og fæðingu sem eru hér í okkar skóla. Ég veit ekki, þetta er kannski alveg loðið og stórt svar eins og spurningin var í rauninni, þannig að það er svolítið að skoða það hver vandinn þá Sigrún Gjörsvær. Ég veit ekki, þetta er kannski alveg loðið og stórt svar eins og spurningin var. Já, ágæti forseti, mér langar bara að taka undir með Hafsteini. Ég íaði nú reyndar af því að það væri vel að verka í staði varðandi þessa vinnu hjá þessari ágætu hjá þessum ágæta stýrihópi og en það er bara svo að ég skýri aðeins betur Kolbrún hvað ég meinti þá er náttúrulega það eru alls konar vandamál sem að börn eiga við að stríða og það er náttúrulega bara þannig að sveitarfélagið getur náttúrulega ekki boðið upp á hverslags sérfræðiþjónustu þannig að það þarf að leita oft út fyrir skólan eftir aðstoð og við það getur orðið mikill kostnaður hjá foreldrum og það er bara mín spurning bregst Mosfellsbær við því hjálpar Mosfellsbær þeim foreldrum sem að þurfa að senda börnin sín í einhvers konar mismunandi náttúrulega sérfræði úrræði aðstoða Mosfellsbær fólk fjárhagslega varðandi það. Ég á ekki þá endilega við innan skólans heldur það eru vandamálin eru fjölbreytt og svo sem engin ástæða til þess að telja þau öll upp hér en þess að fær fólk við það að leita sér sérfræði aðstoða út fyrir skólann. Við erum kannski aðeins komin út fyrir efni þessarar skýrslu vegvísir samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og félags grunnskólakennara vegna málefna grunnskólans. Ég legg til að þetta mál, ef að þá að ræða það frekar, að það verði gert á vettvangi fræðslunefndar og við látum staðar numið í þessari umræðu þar sem að alveg meðvitaður það og já, það verði tekið upp á vettvangi. Ég er að svara því hvar verði fjallað það mál því að það er komið út fyrir efni þessara skýrslu og en annars eru þau Gjörsvær þetta snýst kjarasamningsmálin þessi vegvísir og það fyrirkomulag hvernig að því er staðið og hvernig að halda utan það og þessa vinnu í sambandi við það og en annars Já, takk. Já, það er gott að sjá. Þetta snýst kjarasamningsmálin þessi vegvísir og það fyrirkomulag hvernig að því er staðið og hvernig að halda utan það grunnskóla landsins varðandi kjaramál undanfarin ár og þetta var lending að fara í þessa vinnu til þess að fá kennarana vera málsum kjarasamningsmálin þessi vegvísir að bæta í starfsumhverfi skólana og það á þess að ég ætla að fara eitthvað djúpt ofan í einhverja hluti þá held ég að þá langar mér bara til að draga út hérna og það er kannski bara í takt við það sem hér hefur verið sagt að utan launaþáttur sem er alltaf einhver umræða að þá kemur alveg berljós og það er ekkert bara hér, þetta er náttúrulega bara umræða sem eru heilt víðar að það er mjög oft þannig að starfsskólanum finnst þetta hafa sjálfta þekkingu til þess að bregðast við í vissum aðstæðum innan skólana og hérna í þessari skýrslu kemur til dæmis
fram að það vanti aðra starfsstéttir innan grunnskólinn eins og þroskaþjálfa og atferlisþjálfa og þess háttar. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að hlusta eftir þessu. Það tengir svo aftur kannski líka inn í það að við erum kannski líka að tala um þau kerfi því að það er líka að tala um það getur erfitt að bregðast í geðrænum vandamálum, miklum hegðunarvanda. Þá erum við kannski komin inn í ríkisbatterið. Og þar hefur líka, og ég ætla ekki að segja hvort að það standi í þessari skýrslu, en við bara vitum að það hefur verið kvartað yfir því að það skorti á þannig þjónustu fyrir börn í þessu landi. Alveg busið frá hvort það kemur eitthvað fram það í þessari skýrslu ekki. Og það að skorta þá þjónustu þýðir vandamál, ef ég má nota það orð, inn í grunnskólann. Skiljið þið, grunnskólann fá ekki þá þjónustu sem þau þurfa frá ríkisvaldinu. Svo langar mér bara eitt að það er þetta tvennt sem að mér finnst ástæða til þess að íhuga og staldra við þessari skýrslu. Og svo er það eitt varðandi endurmenntun kennara. Mér fannst ég hafa lesið eitthvað meira og svo rakið nú bara augu í eina litla setningu núna. Mér fannst ég eitthvað starf annars það stendur meira við þetta. En ég held að sé þetta alltaf mikilvægt að eins og ég hef skilið að þá er endurmenntunin dálítið svona centralisering, dálítið miðstýrð. Ég held að sé dálítið stór partur og getur haft mikið að segja dálítið starfsánægju að fólk hafi meiri stjórn sjálft yfir því hvað endurmenntun og hvað er símyndun, skiljiði mig, og það þarf bara að vera fyrir reglum og innan ramma. En ég held bara að það eflir fólk sjálft ef það hefur sjálft ákvörðunarréttinum á dæmir sjálftum hvað það þurfa að styrkja sig og hvað það þurfa ekki að styrkja sig árin kannski á næsta ári. Bara þetta sem ég vildi segja, annars bara þakka kærlega fyrir þessa góðu skýrslu. Ákvörðunarréttinum á dæmir sjálftum hvað það þurfa að styrkja sig og hvað það þurfa ekki að styrkja sig árin. Að ræða vegvísinn, ég held að það er mjög gott að við ekki undir það sem að Anna Sigríður sagði að það kom allt fram sem og raddir sem fá að heyrast sem við þurfum að taka til okkar hér fræðsluyfirvöld og bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ. Það sem að svo ég skilji spurninguna og umræðina og við vitum öll vandarlega samt sem að hvað er að nefna hérna. Í okkar skólakerfi eru börn með ýmsan vanda. Það er alls konar vandamál sem hafa komið upp og ég held að við séum þannig búin að búa hnútana að við erum að reyna að taka eins og skólinn sjálfur getur gert og hjálpa þessum börnum. En auðvitað veitir skólinn bara aðstoð og sérfræðiþjónustu upp á vissu marki og að takmarkaða hluta og síðan alltaf tekur heilbrigðisþjónustan við. Ef barn er væntanlega komið inn í þá þjónustu og getur gengið við að veita barnum þá heilbrigðisþjónustu sem þarf. Veitir skólinn bara aðstoð og við vitum allir hvernig það er. Við vitum það líka að það er verið að bæta úr í þessum hlutum, að bæta úr í þessum málum. Við vitum það líka að heilbrigðisráðherra hefur verið að tala um það að þurfa að bæta í varðandi geðheilbrigðismál barna og unglinga. Við vitum það líka að þau mál ekki í nógu góðum farvegi hér á Íslandi. Og við vonast til þess að það sé að breytast og færast til betri vegar. Þannig að þess Mosfellsbær sé að veita eitthvað sérstaka þjónustu, það er bara sú þjónusta sem er veitt inn í skólanum og sú stoðþjónusta sem þar er í boði. Heilbrigðiskerfið eins og það er og við erum að reyna að bæta úr því og ég held að þetta sé bara svarið að veita eitthvað sérstaka þjónustu. Þannig að svo tek ég undir það með endurmenntunina, hún er mikilvæg og tek undir það sem Anna Sigríður sagði varðandi það að hver og einn kennari þurfa að fá að upplifa styrk sinn og veikleika og hvað þurfa að bæta í og aðstoða. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og sérstaklega fólk byrjaði að hjósa sjálf. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Ef ekki þá er umræðan lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjör svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 8 atkvæðum. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Þá tökum við fyrir fundargerð íþrótta- og tómstundaverndar og það erum að ræða 213. fund sem haldinn var 22. júní. Staðfesta fundargerðina gjör svo ekki að merki. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs,
þá er umræðan lokið. Þeir sem staðfesta fundargerðina kjósa að gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 8 atkvæðum. Og þá tökum við fyrir fundargerð skipulagsnefndar. Það er 499. fundur sem haldinn var 23. júní. Orðið er laust fundargerðina. Og þá tökum við fyrir fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum fundargerðina lokið og ég ber hana upp til staðfestingar. Þeir sem að staðfesta kjósa að gefa merki. Hún er staðfest með 7 atkvæðum. Og einhver á móti? Nei, það er einn sem að setja hjá. Þeir sem að staðfesta kjósa að gefa merki. Hún er staðfest með 7 atkvæðum. Án ástaðfest. Og einhver á móti? Nei, það er einn sem að setja hjá. Staðfesta kjósa að gefa merki. Nei, það er kannski bara bendin á það. Óli, hún ná í þínu konu sko. Það er fundarferð. Ég bara hitt hana Lindu og maður að ræða. Það komið fram óskum að atkvæðagreiðsla verði endurtekin varðandi fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Og þeir sem að staðfesta fundargerð það komið fram óskum að atkvæðagreiðsla verði endurtekin varðandi þeir sem að staðfesta fundargerð fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Hún er staðfest með 9 og þeir sem að staðfesta fundargerð það komið fram óskum að atkvæðagreiðsla verði endurtekin varðandi þeir sem að staðfesta fundargerð fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Hann staðfest með 9 og júní orðið það komið fram óskum að atkvæðagreiðsla verði endurtekin varðandi þeir sem að staðfesta fundargerð fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Hann staðfest með 9 og orðið það komið fram óskum að atkvæðagreiðsla verði endurtekin varðandi þeir sem að staðfesta fundargerð fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Hann staðfest með 9 og haldið var 16. Atkvæðagreiðsla verði endurtekin varðandi þeir sem að staðfesta fundargerð fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd. Hann staðfest með 9 og skipulagsfulltrúa sem haldið var 19. júní orðið laust á fundargerð ef enginn kveður sér hljóðs þá er fundargerð ég bara er með gögn sem er ekki heilstætt. Það vantar inn hér byggingafulltrúa og það er þá 312. fundur. Nei, ég var ekki með. Ég var búinn að bera upp 312. Það vantaði inn 311. sem að ég er ekki með í fljótu bragði upplýsingar hvenær var haldinn en orðið laust þá fundargerð. Ég var ekki með. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerð lögð fram og þá erum við komin á rétta ról aftur og það var afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa sem ég var búinn að kynna til sögunar orðið laust hana. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerð lögð fram og þá tökum við fyrir fundargerð 163. fundar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin fram. Í næst tökum við fyrir fundargerð 377. fundar Sorpu. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst erum við með fundargerð 77. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst erum við
Fundargerð stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, það er 360. fundur. Orðið er laust fundargerðina. Engin kvöður sem hljóðs, umræðum lokið, fundargerð er lögð fram. Fundargerð 267. fundar stjórnar strætó. Orðið er laust fundargerðina. Engin kvöður sem hljóðs, umræðum lokið, fundargerð er lögð fram. Þá eigum við eftir 3 dagskrárliði. Það er í fyrsta lagi kosning í bæjarráð og ég óska eftir tilnefningum. Komið pottu eða? Já, gjör svo vel það. Þá eigum við eftir 3 dagskrárliði. Það er í fyrsta lagi kosning í bæjarráð. B.A. Vaflista er lagt til að aðalmenn í bæjarráði verði Hafsteinn Pálsson formaður og Kolbrún Þorsteinsdóttir sem verði varaformaður og áheyrnarfulltrúi verði Bjarki Bjarnason og Vaflista. Fyrir hönd minnihluta. Engar breytingar. Það er þá óbreytt. Það eru ekki fleiri tilnefningar sem hafa borist og þá skoðast þessi aðilar rétt kjörnir í bæjarráð. Þá er komið að kosningum í nefndir og ráð og það er varðandi menningarmálanefnd. Gjör svo vel. Kynna það. Þessi aðilar rétt kjörnir í bæjarráð. Þá er komið að kosningum í nefndir og ráð og það er formaður menningarmálanefndar verði Hreiðar Sjóaka Stefánsson og varaformaður Þórhildur Pétursdóttir og Vaflista. Aðrar tillögur liggja ekki fyrir og þetta skoðast þá samþykkt. Og þá að síðustu er komið að tillögum forseta bæjarstjórnar. Það er svo vel. Liggja ekki fyrir. Rafa Geristi leggur til að forseti bæjarstjórnar á næsta ári Bjarki Bjarnason frá Vaflista. Fyrsti varaforseti verði Bryndís Haraldsdóttir frá B-lista og annar varaforseti verði Kolbrún Þorsteinsdóttir frá B-lista. Aðrar tillögur liggja ekki fyrir og því skoðast þessir aðilar rétt kjörnir til þessara starfa. Ég vil fyrir mína hönd þakka fyrir samstarfið á aðrar tillögur liggja ekki fyrir mín störf sem forseti þar sem af kjörtímabilinu og óska nýjum til þessara starfa. Forseta bæjarstjórnar er farnar í sínu störfum og biður að koma hér upp og að við slítum þessum fundi sameiginlega þannig að hann verði hér í mynd þegar að við slítum og ef við orðum þetta þannig fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka fundarsenduna og Bjarki hefur heiðurinn að því að slíta fundinum og með formulegum hætti. Ég þakka traustið. Orðum þetta þannig fleira liggur ekki fyrir þessum